Jæja, Hákon heilsaði ykkur hérna á þessum fallega degi. Ég kom fyrir utan bækistöðar INN. Það sem ég ætla að reyna að hafa upp á honum Ingvar Hrafni og spyrja hvort ég geti ekki haft svona þátt þarna. Rólegt. Já. Alveg. Ingvar Hrafni bara. Nei. Góðan daginn. Góðan daginn. Sæll ertu. Sæll. Hákon heiti ég. Já, sæll. Ég er að taka hérna upp svona lítið vídeo, það í lagi. Já, hvað? Hérna, ég er nú búinn... Fyrir hvað er það? Aðalega bara fyrir mig, sko. Já. Og ég er hérna búinn að vera að gera svona þætti sjálfur. Já. Á YouTube og svona. Já. Og svona, þú veist, mér hefur búinn að heilla mig svolítið svona sjónvarpið. Já. Og svona, velta fyrir manni hvort maður geti verið með þátt. Já. Í sjónvarpinu. Já. Ég er svona, þú veist, gaman af því að fíblast og Já, ef það er eitthvað system í fíflskapnum, við tökum öllum vel sem hafa áhuga að koma hingað með þætti. Já. En við náttúrulega viljum sjá hvort að fíflhátturinn... Já, sé innan marka. Já, innan marka. Já, þannig að það sem við segjum alla, komið og sýnið okkur sýnusöfna því sem við erum að bjóða upp á og markaðsdeildin hún tekur það til skoðunar ásamt mér og við sjáum hvort það er eitthvað vit í því. Og það eru hérna nokkri þættir sem eru á INN núna sem hafa komið þannig til. Þannig að búðum bara sett eitthvað saman. Þú ert ekki búinn að sjá þættina mína? Ég er ekki búinn að sjá neina þætti. Nú? Nei, ég er nú ekki mikill YouTube maður, sko. Nei. Þannig að hérna... Ekki YouTube maður? Já, jú, svona inn í bland. Eftir í hvaða músík er. Já. Heyrðu, hérna... Sendu mér tölvupóst á ingvarhrafn@intv.is hvar ég á að finna þetta á YouTube og ég skal láta markastjóra minn skoða það hvort það er eitthvað vit í þessu. Herðu, lýst mér nú vel á það. Já. Þetta lofa nú góðu. Við skulum bara pröfa þetta á þeim pórsendum. Algjörlega. Takk fyrir að koma. Bara snill, takk kærlega. Gjörðu svo vel. Og ég vinn alla mína þætti sjálfur, sko. Já, flott. Klipp þetta og tekja þetta upp. Það er það albesta. Eða ekki? Þannig að það er lítið fyrirhöfn, sko, í rauninni. Já. Gerðu þetta svona. Takk hérlega. Gjörðu svo vel. Jæja, já. Hann var bara ánægður með mig. Hún bara að senda honum tölvupóst. Jæja, nú er maður komin heim og sestu við tölvuskjáinn. Og jú, nú bara að senda mail til Ingvar Hrafns og ég nú enga trú öðru nema markaðsdeildin og hann Ingvi tæki nú vel í þetta. Þannig ég er búinn að skrifa hérna niður sæll Ingvi Hrafn og virðulega markaðsdeild. Hér má sjá þættina mína og sendi svo það sem ég geta fundið mig á YouTube og svo bara kær kveðja Hákon. Nú held ég sé bara ekkert annað en að hérna íta bara og send og svo bara sjá hvað gerist. En ég þakka hans fyrir mig í þessum þætti og sé ykkur í þeim næsta. Og munið það að ekki slaka á því maður má ekki vera of slakur. Sendi.